þá komið að því að við ætlum að fá fréttir frá Árborg og Bragi Bjarnason mættur til mín. Þú þarna? Já, ég hérna. Blessaður og sæll og velkomin og gleðilegt ár. Já, gleðilegt árið. Hefur að byrja á 13. Já, það ekki? Málana í gær. Jú. Það var nú stefnan að halda þetta en síðan bara var veðrið ekkert að skána. Nei, það var eiginlega hjá nefndinni, undirbúningsnefndinni hérna í ungmennafélaginu. Þeir fóru upp á hólinn og til að undirbúa fyrir flugveldsýninguna. Já, með björgunarfélaginu og þá eiginlega kom í ljós að það var eiginlega ekkert við til þess að bara skjóta þannig að það hefði getað verið hættulegt. Þá ákváðu þeir að blása þetta og bara allt í góðu með það. Ég meina það held að allir, það var engin mættur heldur fyrir utan Tryggvaskóla tilbúin í göngun. Nei. Fréttuðu þetta allir. Og það voru, mörgum brennum aflýst, öllum í Reykjavík, það var í Þorlákshöfn og hér í kring, en Hvergeringar enda kláruðu þetta. Það smá skjól í Hvergeri. Já, sennilega þessi átt verið mjög góð þar. Já. Sem bara glott, það gott að þeim að ná því. En á þá, hvenær verður þetta haldið á laugardaginn eða? Við væntanlega verður það tekin ákvörðun það í dag og það mun koma inn á sem sagt fréttasíðurnar í dag. Þannig að þeir ætluðu að hittast núna í hádegi. Spáði flottu veður á laugardaginn. Já, spáði mjög flottu veður, bæði föstudagskvöld og laugardag, þannig að það er svona eftir í hvað hentar. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta verður allan helgina, svona það. Það er glæsilegt, þá getum við allavega hvatt jólin. Já, nákvæmlega, það skiptir máli og kannski framhald af því, þegar við verum að kveðja jólina, þá náttúrulega verður þetta að henda jólatrjánum út á laugardaginn og þeim verður safnað upp. Já, það er núna á laugardaginn. Núna á laugardaginn. Þannig að þeir Körfuboltafélag FSU í samvinnu við áhaldósið verða á ferðinni á laugardaginn eftir klukkan 10. Þannig að allir endilega hendið trjánum ykkur út fyrir 10. Við erum svona ekki nákvæmlega með plani hvar þið byrja, þannig að það er best bara að vera búin að þessu og þá heyrða þeir þetta allt upp. Já. En þeir sem vilja bara ganga frá þessu sjálfur, þá geta það bara komið út á gámasvæði og opna tíma. Þannig að en það er þá allavega á laugardaginn fyrir 10 að vera búin að henda þeim út fyrir 10. Þeir fara á stað þá og verða eitthvað fram eftir degi að klára þetta. Það er frábært. Það er mjög gott. Og síðan Árborg að mæta Reykjanesbæ í útsvari. Já, það er á morgun. Það er á morgun. Þannig að nú er það bara úrslitakeppnin. Nú er ekkert hægt að komast inn sem stigahæsta tabliðin og við bara vinna þetta. Já, nákvæmlega. Það er alltaf ekkert. Það er alltaf ekkert og Herborg og Gíslarnir, þeir ætla nú að reyna að klára þetta nú. Þetta er Gísli Stefánsson og Gísli Axels og Herborg Páls sem voru náttúrulega með okkur í haust. Við haldum áfram. Já. Þið hefur aldrei langað að fara í þetta? Nei, ég hef aldrei verið beðinn það. Ég læt það sitja. Ég ætla að segja að þú ert nú svo þrælgáfaður. Alveg, takk fyrir það, rosalega. Nei, þetta er skemmtilegt og þetta er rosalega gaman og við bara hvetjum líka fólk sem vill fara í sjónvarpssal að skella sér til Reykjavíkur og þá þarf bara að mæta upp í Efstaleiti upp í RÚV klukkan 7:30. Og það er þá bara að fara í afgreiðsluna og þeim er vísað áfram. Þannig að fjör að fara í sjónvarpssal líka og hvetja liðið sitt áfram. Vera með. Já, nákvæmlega. Eitthvað meira sem við erum að gleyma? Bara svona til áratningar þetta. Við vorum að breyta heilmiklu í sundlauginu hjá okkur núna. Já. Og líka í kortamálum. Þannig að svona var að breytast næðins hjá okkur verðskráin og svona smá breytingar. Við erum farin að rukka fyrir komið með barnagjald og fyrir eldri borgara. En á móti eru börn sem eru búsett hérna í Árborg. Þau fá gefis áskort frá sveitarfélaginu áfram. Þannig að þarna eigum við að öll börn sem eru 10 ára og yngri, þau fá frítt. Það er bara almennt fyrir alla. Já. En við erum að tala aldurinn rauninni þegar þú ert orðin 10 ára og til 18 ára aldurs að þau fá gefis áskort frá sveitarfélaginu. Ég hef heyrt og séð hjá mörgum að sem ég finnst nýja verðið svolítið hátt var þörf á svona hækkun eða? Já, í rauninni gagnvart stakaskiptinu því að þannig erum við bara í rauninni bara að hækka verulega í rauninni stakt skipti í sund. Í rauninni ef þú ætlar að reka þetta eins og fyrirtæki og skila einhverjum hagnaði eða allavega ná svo nullið þá þyrftu að vera að tala mun hærri tölur Borgarlaun. Þannig að þetta eru þetta hluta til þetta eru sundlaugar á Íslandi bara þjónusta við íbúa. Já. En það er rekið í lang flestum tilfellum af sveitarfélögum og það eru nánast engin sundlaug sem bara engin almenni sundlaug sem er rekin með hagnaði. Ég geti nánast lofa því. Já. Við erum farin að tala þá verðið svo Bláalónið annað sem eru farin að skila einhverjum hagnaði Já, þá náttúrulega erum við komin í Við erum bara komin í alltaf aðra tölur Rugltölur Já, þannig að í rauninni er þetta mjög lítið og ef fólk hefur farið í sund annar staðar í heiminu þá er þetta náttúrulega mun hærra Já. En þannig er náttúrulega verið að stíla inn á þetta, sem ég segi, þetta stakagjald og það er náttúrulega verið að horfa á einstaklingar sem eru komið
eitt og eitt skipti en á móti eru 10 skipta og 30 skipta og svo afskostin ennþá á sambærilegum verðum það var ekki hækkað bara nema rétt svona bara með neysluvísitölu í takt við tímann já. Þannig að allir sem eru að stunda lögarnar þeir eiga ekki að finna fyrir þessu nei. Ekki neinuleiti og auðvitað mun bara lærast auðvitað hjá okkur þessu öðrum en þetta Reykjavíkurborg komin í þessar tölur og það eru fleiri að stefni þessar áttir að hækka þennan hluta af gjaldskráni þannig að við Íslendingar munum læra þetta fljótt held ég að vera það bara með 10 skipta kort þar sem við erum að fara oftar en einu svona ári Já, akkurat Ég hef svo sem ekki stórra ágjör að því Nei, og svo þetta líka þessi nýja glæsilega heilsuræktastöð frá World Class að ef þú átt kort þar þá getur þú skellt í sund Jú, það er rauninni báðar í rauninni líkamsræktastöðarnar hérna sem eru sem svona Já, og sportstöð líka Sportstöðin eru með sem sagt, samninga við sundlaugina þannig að þú getur keypt áskort á þeim stöðum og við erum með sem sagt, bara áskort í sundum leið Þannig að báðar geta boðið upp á það og það er mjög bara ánægilegt að heyra á fólki bæði þetta með viðtökur á nýju stöðinni og svo er henni bara hjá öðrum að það virðist vera fullt á flest öll námskeið þannig að þetta virðist bara vera að íta undir fleiri að stunda líkamsrækt Algjörlega Það er bara algjört æði Algjörlega og eins og við vorum að ræða hérna árum fórum í lofti að það er bara eins og segir það er orðið fullt á svo mörg námskeið fólk er bara strax eftir jólin þá bara ferða í gang Já, þetta er svona akkurat þá tími en vonandi bara, ég bið ykkur öll bara haldið þið út ekki bara fyrstu 2 vikurnar höldum áfram og náum þessu alveg fram á vorið og út sumarið þá erum við í góðum málum Algjörlega Gera þetta lífstíl Við reynum að fylgjast með Þetta er flott, Bragi, takk fyrir þetta Heyrðu, takk svo fyrir leys